En við byrjum á nýjum rannsóknum umdeilt málefni, nefnilega vitsmuni hvala. Það nokkuð útbreidd skoðun að hvalir séu greindar skepnur. Eigi fremur auðvelt með að læra og búi jafnvel yfir meiri vitsmunum en mörg önnur spendýr. Vísindamenn við Háskólann í Reykjavík tóku þátt í fjölþjóðlegri rannsókn undir stjórn ástralska prófessorsins Paul Menger og hún gefur tilefni til að ætla að hvalir hafi ekki líffræðilega burði til að búa til minningar eða álykta út frá umhverfi sínu. Meðal annars var heilum úr hrefnum safnað við Ísland og þeir síðan rannsakaðir. Eftir áralanga bjúrókratiska leið þá fengu loksins leyfi til að slást í för með hvalveiðimönnum frá Hafnarfirði. Tókum hvalaheilana og voru búnir að þróa aðferð til þess að blóðhreinsa þá og stífa þá upp og gera þá tilbúna fyrir vefjafræði. Og fluttum svo heilana annars vegar til Rio de Janeiro, þar sem til flæðissmásjó sem getur talið frumukjarna og hins vegar til Suður Afríku í Jónasarborg, þar sem til vefjasniðtæki sem nógu stór fyrir hvalaheilann, tæki sem það notuð áður fyrir fíla og flóðhesti. Svæði í heilanum sem kallað drekinn eða hippocampus var sérstaklega skoðað í rannsókninni og í ljós kom að hann var mjög smár í hvölunum miðað við hinn 375 spendýrin sem voru skoðuð og lítill í hlutfalli við annan heilamassa. Það nóg fyrir okkur að vita stærð heilans að geta við spáð í nákvæmlega fyrir stærð drekans. En þá sérðu hérna að þegar við skoðum sjávarspendýrin, hnísuna og höfrungana og hrefnuna, þá gilda önnur lögmál. Hippocampusin greinilega smár. Og ef við berum þau saman við náskylda ættingja, eins og til dæmis fílinn, sækú eða flóðhest, þá falla þau dýr sömu kúrfu, rétt eins og menn gera, en ekki þessi dýr. Þannig að það eitthvað augljóslega mjög sérstakt við stærð drekans í þessum sjávarspendýrum. Rannsóknir benda til þess að hvalir sofi nánast ekkert fyrstu 6 til 8 vikurnar eftir fæðingu og sofi almennt ekki svokölluðum REM-svefni eða draumsvefni. Það geti útskýrt hvers vegna drekinn svo lítill í hvölum. Ef þú hindrar svefn, þá ertu að hamla nýmyndun taugafrumna í þessu eina svæði, drekana, sem í fyrsta lagi áhugavert vegna þess að það mjög mikilvægt fyrir minni, þess að þetta ferli að geta skynjað eitthvað, festað í minningu og kalla það fram aftur. Drekinn nauðsynlegur fyrir þetta ferli. Það taugastofnfrumur í undirhlutum drekans sem framleiða nýjar taugafrumur, allt lífdýrsins, okkar líka, og þessar taugafrumur svo flytjast við réttan stað og þroskast og verða hluti af þeim taugarásum sem fyrir og taka þátt í starfsemi þeirra. Skoðum þetta nánar. Heilinn úr ljóni var til dæmis notaður til samanburðar. Og sjáum að frumubólirnir liggja í mjög skipulögðum lögum í undirlögum inn í drekanum og þetta þessi uppröðun á aðalfrumunum sem að sjáum að taka upplýsingu frá skynfærum, vinna með þær og senda þær aftur til nýbarkarins til notkunar. Ef við skoðum svo sömu heilasneið, þar sem búið að lita bara nýjar frumur, þá sjáum við að þær nánast eingöngu í mjög skipulögu lagi í þessum undirhluta drekans sem heitir dentate gyrus. Ef við berum þetta saman við sjávarspendýrin sem við verðum að fókusa á núna, hérna sjáum við hnísuna, þá það ekkert að sjá. Það verða sem sagt nær engar nýjar taugafrumur til í drekanum. Hvað segir þú okkur vitsmuni hvala? Augljósasta túlkunin væri svo að spendýr sem svona innréttað, að það mjög erfitt með að festa þessi nýja atburði, kalla það fram aftur. Erfitt með að mynda minningar, erfitt með vitsmunastarf, sem gengur náttúrulega augljóslega í berhögg við hugmyndir manna að hvalir séu mjög greind dýr. Sjálfum mér raunverulega alveg sama hvort þessi mjög greindir eða ekki greindir, sko. En þessi gögn mjög skýr. Það mjög sjaldan að sér svona óbæðslega skýrar línur í svona basic líffræði. En hvernig má þá skýra það að til dæmis höfrungar geti lært allskyns kúnstir? Og það náttúrulega stingur í augun hvað þetta tekur óbæðslega langan tíma að kenna hvölum í verkefni. 4 til 7 ár að kenna hvölum að hoppa í gegnum gerðir og eitthvað svona, eins og dæmigerð sirkustrikk eitthvað. Ef þú myndir bara bera þetta saman við rottur og mýs, þess að menn kenna þeim geysilega flóknar þrautir á nokkrum vikum þess að meta alls konar starf. Eins og þetta birtist mér í literatúrnum, þetta útiloka að gera þetta við hvalina. Ég gæti ekki gert þetta. Besta túlkunin á þessum niðurstöðum, þar sem að fær hlutina, annars vegar þessa tauga líffærafræði sem mjög skýr, sem þarf ekki að rífast neitt
og hins vegar þetta atferli sem hægt að skoða þegar verið að þjálfa hvali og sjávarspendýr, að það sem færir þetta allt til að passa vel saman það að þeir hafi ekkert sérstaklega sterkt aðra vitsmunastarf. Niðurstöðurnar voru nýlega birtar í tímaritinu Brain, Structure and Function, en það gekk ekki þrautalaust að fá niðurstöðurnar birtar í öðrum vísindaritum. Þetta var augljóslega mjög pólitískt efni og það eru geysilega sterkir pólar sem eru með hugmyndinu mjög greinda hvali. Og svo líka spilar inn í þetta umræðan hvalveiðar. Það er fullt af góðum rökum gegn hvalveiðar. Ein rökin gegn þeim eru þau að þetta séu afskaplega greind dýr. Og þetta spilar inn í umræðan. Og spilar inn í, jável ritstjórum blaða getur þótt að vera siðferðilega rangt af sér að birta greinina vegna þess að hún getur orðið notuð sem réttlæting á frekari hvalveiðum. Neituðu ritstjórnir hreinlega að birta? Þetta myndi enginn þora að segja að láta hafa eftir sér. Þetta náttúrulega gengur í berhögg við hvernig vísindi virka. En það eitthvað tilfinningar svo að verið? Já, það er svona lætist að mann þessi grunnur. En það gerir það.